Komið sæl og velkomin á fyrirlestrarröð Þjóðarspegilsins. Síðasti fyrirlesturinn í þessari röð Margrét Valdimarsdóttir sem ætlar að fjalla ofbeldi og vopnaburð ungmenna. Ég minni á að fyrri viðburðir í þessari röð voru teknir upp og aðgengilegir á vefsíðu Þjóðarspegilsins. Það þjóðarspegillin.hu.is með ákveðnum greini, bara svo það gleymist ekki. Ég heiti Stefán Hrafn Jónsson, ég forseti félagsvísindasviðs sem hef meðal annars tekið þátt í að koma þessari fyrirlestrarröð á koppinn. Þetta líka ákall til ykkar í háskólanum að koma með hugmynd að næstu fyrirlestrarröð fyrir haustmisseri. Ég vona að þetta verði áframhald á. Við höfum reynt að velja eitthvað áhugavert efni sem kemur inn á alla deildir sviðsins. Þannig oft er bara allt mannleg hegðun, mannlegt samfélag snertir okkur öll. Kæra þakki Margrét fyrir að vera með þetta erindi. Ég hlakka til að hlusta og þetta tekið upp bara svo minnum eftir þegar umræðan byrja í lok erindisins. Gjörðu svo vel, Margrét. Takk. Heyrðu, ég ætla að fá að gera eina smá breytingu. Má ég nota þetta púlt? Það ég með smá punkta og svona þægilega. Ég að eyðileggja upptökuna? Nei. Ég fyrir? Hvernig þetta? Allt í lagi? Já, komið sæl og gaman að sjá ykkur og ég meina það af því að fyrir 5 mínútur þá var enginn og ég hafði svona áhyggjur af því að það er svona ekki alveg sama stemningin að standa hér ein fyrir framan einhverja myndavél og vera að tala um þetta eins og að hafa einhverja nokkra í salnum. Ég get alltaf stólað á Bryndísi, hún mætir á allt. Sem mjög gott. Já, ég ætla að tala um ofbeldi og vopnaburð ungmenna og fara aðeins í þróun, áhættuþætti, forvarnir og inngrip. Og þetta auðvitað eins og þið vitið, efni sem hefur borið óvenju mikið á í fjölmiðlum, ekki bara síðasta árið, heldur bara síðustu árin í raun og veru. Hafa verið óvenju mörg alvarleg mál þar sem ungt fólk kemur sögu, bæði sem gerendur og þolendur. Og lögreglan og fulltrúar skólakerfisins hafa vakið athygli á því að vopnaburður grunnskólanema sé vaxandi á vandamál, þróun sem að skiljanlega veldur flestum áhyggjum. Og það hefur verið fjallað svona ofbeldismenningu meðal ungs fólks. Við höfum séð foreldra stíga fram og lýsa reynslu sinna barna og tala einhvers konar væntanlega skort á aga í skólum. Við höfum séð fólk úr skólakerfinu stíga fram og tala foreldravandamál og því líkt. Þannig að þetta hefur verið svona mjög áberandi. En við vitum það líka að fjölmiðla umræða mikilvæg, vekur athygli á okkur sem væntanlega vandamál í samfélaginu, en hún gefur okkur kannski ekki mjög skýra sýn eða innsýn inn í svona einhverja langtíma þróun. Af því að í fjölmiðlum fáum við að heyra alvarlegustu málin og þau eru kannski ekki einkennandi fyrir það sem að gerast á meðal ungra krakka svona almennt. Og það sem ég ætla að gera núna það sem ég tel að sé gagnlegt að fara svona yfir ýmsar tegundir af gögnum sem við eigum langtíma þróun á ofbeldi ungs fólks sérstaklega og svona athuga hvort að sú saga sem kemur fram í þeim rými, bara rými saman og við það sem við erum að heyra. Og áður ég geri það, þá langar mig aðeins að tala svona fyrir utan upplýsingar og fjölmiðlum, hvaða mælingar, ef við viljum tala eitthvað þróunina almennt, svona langtíma þróun, hvaða mælingar höfum við mögulega. Það eru alls konar mælingar, en það er svona í meginatriðum hægt að skipta þeim í tvennt. Annars vegar höfum við svona opinbera mælingar, til dæmis frá lögreglu eða barnavernd sem yfirleitt til og skráð með sambærilegum hætti yfir langa tíma. En svo höfum við líka ýmis svona gögn sem koma úr stórum könnunum sem yfirleitt lagðar fyrir
alla nemendur sem eru mættir í skólanum þann daginn sem könnunin gerð og báðar þessar tegundir gagna hafa sína styrkleika en líka veikleika og mig langar aðeins að nefna að eins og með þessi opinberu gögn, til dæmis eins og lögreglu, að þau eru mjög góð vegna þess að þau eru til yfir langa tíma og eru skráð með sambærilegum hætti og allt það. En þau eru líka takmörkuð vegna þess að við vitum það auðvitað að það er alls ekki þannig að öll ofbeldisbrot þar sem börn koma við sögu séu tilkynnt til lögreglu. Væntanlega eru langflest, eða svona ég myndi telja, flest af þessum alvarlegu brotum enda á borði lögreglunar. En það er alls konar ofbeldi og ágreiningur á milli barna sem enda ekki á borði lögreglunar eða barnaverndar. Þannig að það geta líka verið ýmsir þættir svona í samfélaginu sem að breyta því hvort að brot sé tilkynnt eða ekki. Ef við erum að veita einhverjum ákveðnum málaflokki óvenju mikla athygli, að þá er þetta líklegra að brot séu tilkynnt og heldur en ef við erum ekki að spá í það. Og líka kannski eitt sem ég vildi nefna sem að hefur að minnstakosti átt við í svona stærri samfélögum í öðru löndum að sko svona ýmsar staðalmyndir sem við höfum vandræðabörn, þá sem beita ofbeldi, geta auðvitað haft áhrif á það hvort að brot sé tilkynnt eða ekki. Því að við höfum svona ákveðnar hugmyndir það að hverjir beita ofbeldi og þá sú hegðun sem passar inn í þá hugmynd sem við höfum, hún er auðvitað líklegri til þess að vera tilkynnt til dæmis að skólayfirvöldum. Þessu samhengi er bara einfaldast að hugsa stráka og stelpur. Svona við vitum auðvitað að strákar eru miklu líklegri á þessum aldri út af ýmsum ástæðum til að beita ofbeldi heldur en stelpur, en við líka höfum svona hugmyndum ákveðnar svona kynja hugmyndir stelpu og stráka og líklega verða þær til þess að við hegðun stráka er frekar túlkuð sem ofbeldi og þess vegna frekar tilkynnt kannski. En gögn svona spurningakönnunar gögn hafa líka veikleika og kannski einn sá helsti er að krakkarnir sem eru í mestum vanda, þau sem eru líklegust til þess að beita ofbeldi og vera beitt ofbeldi, að þau eru þau sem eru ólíklegust til þess að svara svona könnum. Ein ástæða bara er að þau eru ólíklegri en önnur til þess að vera mætt í skólan á þeim degi sem að könnunin eru lögð fyrir. Dæmi, saga, ég var sjálf í gagnasöfnun með svona aðstofafólki að leggja fyrir könnun í öllum grunnskólum og framhaldsskólum áramótin 22-23 og mætti þarna í einn skóla þar sem að ég vissi að ég var með listi yfir alla nemendur sem áttu að vera í bekknum, þetta var svona tilviljunarúrtak, og ég mætti í einn bekk og þar voru bara helmingur af þeim nemendur sem áttu að vera í bekknum og svara könnunum minni var ekki mættur. Og ég spurði kennarann á hverju var svona fáa nemendur og hann sagði, fylgist ekki með fréttunum? Og bara helmingur var handtekinn í gær. Sönn saga. Og þetta er svona, þarna fékk ég bara gott dæmi það, ég veit ekki hvort það var að segja mér alveg satt, en þarna fékk ég bara gott dæmi það, er að krakkarnir sem við höfum mestan áhuga á, við sem erum að skoða þessa hegðun, svona afbrota áhuga fólk, að þau eru ólíklegust til þess að enda í okkar gögnum. En best eru þetta bara að skoða margs konar gögn og það er akkurat það sem ég ætla að gera og byrja á að skoða gögn lögreglunnar og þetta er gögn sem eru fengin úr nokkuð ítarlegri og góðri skýrslu sem kom frá greiningardeild ríkislögreglustjóra í júní á síðasta ári og því miður hafa ekki verið birt eða tekið saman nýrri gögn þannig að þetta endar í lok 23. Og það er auðvitað annar galli við svona gögn er að það tekur alltaf svo langa tíma að fá þau á meðan við svona tekur tíma að athuga áreiðanleika og réttmæti gagnanna þannig að þau birtast alltaf svolítið seint. En það sem við sjáum auðvitað á þessari mynd er að eftir nokkur ára tímabili þar sem hafði verið að draga úr fjölda brota, sem voru nokkuð há, fjölda brota
að þá fór þeim fækkandi á síðustu árum og sérstaklega á allra síðustu árum. Og þarna bæði á þessari mynd birt fjölda brota og fjölda brota per íbúa. Þannig að þarna búið að taka tillit til þess að okkur hefur fjölgað töluvert. Þannig að þarna sjáum við nokkuð skýra vísbendingu aukinn fjölda per íbúa á síðustu árum. Og það sem þessi næsta mynd sýnir að hér erum við ekki með fjölda brota, heldur fjölda geranda. Og það sem ég vildi kannski aðeins segja þessa mynd, þar sem við erum með fjölda brota, þetta eru ungmenni sem eru þá þau sem eru 12 til 17 ára, yngri en 18 ára og þetta svona þessi þróun, svipuð þróun og við höfum verið að sjá til dæmis í þróun ofbeldisbrota fullorðinna í gögnum lögreglunnar. Þó aðeins svona skarpari upp á við hækkun á síðustu árum þegar kemur á ungmennum og það hefur ekki birst frá lögreglunni upplýsingar vopnaburð ungmenna en þó Snorri Árnason sem afbrotafræðingur hjá ríkislögreglustjóra á þjónustusviði birti í lok síðasta árs var með erindi hnífaburð ungmanna, skráð gögn yfir hnífaburð ungmanna sem að lögreglan hefur tekið saman og sú þróun sem birtist hjá honum var eins og það sem við erum að sjá núna. Það er að segja á síðustu árum aukning á skráðum brotum og vopnabrotum hjá lögreglunni þegar við erum að skoða þennan aldurshóp, þennan unga aldurshóp 12 til 17 ára. Og þannig að hér erum við með fjölda geranda og ef við erum bara að bera saman þessa tvo tímapunkta, þar að segja 2007 og svo 2023, að þá sáum við á síðustu mynd að frá þessum tveimur, frá upphafspunkturinn 2007, að þá hafði brotunum ekki fjölgað, en hér þá hafði brotunum fjölgað, en hér hefur brotamönnunum ekki fjölgað. Þannig að ungu brotamönnum hefur ekki fjölgað en ítrekunartíðni hefur aukist. Sem við sjáum síðan enn fremur á þessari mynd. Þannig að árið 2007 höfðu 11% ungmenna sem rötuðu í gögn lögreglunnar vegna ofbeldisbrota framið 2 eða fleiri brot. Sá hópur var kominn í 24% árið 2023. Þannig að þetta mikil aukning í ítrekunartíðni. Og hérna erum við með aukningu á síðustu árum skipt eftir aldurshópum og þar sjáum við að þessi aukning hefur fyrst og fremst átt sér stað á meðal barna á aldrinu 13 til 15 ára. Þannig að hópurinn sem að keyra upp þessa aukningu ansi ungur. Hér ég með upplýsingar frá fjölda tilkynninga til barnaverndarþjónustu vegna barns sem beitir ofbeldi. Upplýsingar lengra aftur í tíman en 2018 eru ekki aðgengilegar. Flestar tilkynningar koma frá lögreglu eða tæplega 40%, en tilkynningum frá skólum og heilbrigðisstofnunum hefur líka fjölgað og við sjáum að þetta mikil fjölgun á síðustu árum. Flestar tilkynningar vegna drengja eða 80% sem svipuð svona kynjahlutfall, skipting og sést í gögnum lögreglunnar. Og ég tók saman nokkrar mælingar ofbeldi sem safnað hefur verið í gegnum árin á vegum íslensku æskulýðsrannsóknarinnar. Þetta sem sagt birtist í mælaborðum farsæld barna. Á þessari mynd sjáum við hlutfall barna sem hafa á síðastliðnum 12 mánuðum lent í slagsmálum og þrátt fyrir að tölurnar séu ólíkar en þær sem við sáum áðan í gögnum lögreglu, þá erum við að sjá svipað mynstur. Það er að segja að eftir að það hafði verið að draga úr
fjölda þeirra sem að lenda í slagsmálum þá hefur orðið aukninga á síðustu árum og sérstaklega hjá yngsta aldurshópinu. Þannig að við erum auðvitað, hér erum við að skoða allt annað hlut, við erum bara að skoða hlutfall af krökkum í grunnskólum á landinu sem hefur lent í slagsmálum. Þannig að við erum ekki að skoða svona alvarlega ofbeldi, en þó erum við að sjá sama munstur og í gögnum lögreglunnar. Á þessari mynd erum við að sjá hversu hlutfall nemanda sem hafa lent í slagsmálum á síðustu 12 mánuðum oftar en þrisvar eða oftar, og hérna sjáum við aftur sama mynstri. Þannig að það er eins og ákveðin hópur mjög ungra krakka, myndi ég halda, 7. bekkur þarna efst, sem er hérna svona að ítrekað að lenda í einhvers konar vandræðum með ofbeldi, hvað varðar ofbeldi. Og vegna þess að aðrar mælingar eru líka aðgengilegar, þá greindi ég nokkrar þeirra, svona langtíma þróun, og þetta er auðvitað líka einn af, já? Sko, það er að horfa okkur meina, því við erum að tala aukningu. Já. Ef maður horfir á öll þessi gröf, ef maður tæki út árin í kringum 2014, þá einhvern veginn held ég við værum ekki að tala aukningu. Ég er ekki að draga úr því, ég er bara Nei. forvitinn hvað, þú veist, var 2014 óvenjulegt eða var 2008 líka óvenjulegt og þetta var betra þar áður? Hvernig eigum við að hugsa þetta? Bara lækkunin í 2014? Já, akkurat. Þetta er bara frábær spurning og ég held að það væri gagnlegt að við færum aðeins betur í þetta því í búin, en samt gott, það er allt leifilegt. En sko, ég hef ekki séð upplýsingar hvorki frá lögreglunni né þessum spurningakönnum lengra aftur í tímann. En ég hef hins vegar verið að skoða til dæmis ofbeldi fullorðinna með gögnum lögreglunnar miklu lengra aftur í tímann, og þá sko, við erum þarna á tímabili 2007, þá erum við að sjá frekar háa tölur sem fer þarna aðeins niður og svo er hún að fara svona skýrt aftur upp. Það sem var hins vegar að þú skoðar ofbeldi fullorðinna, til dæmis bara frá síðustu aldamótum, að þá sjáum við mjög háar tölur og það hafi verið að fara aðeins niður, og 2007 var ekkert eitthvað sérstakt ár sem var sérstaklega slæmt. Það var reyndar þannig að þá hafði ofbeldi verið að lækka, sem hélt síðan áfram að lækka. Þannig að ég held að 2014 sé ekkert eitthvað sérstakt ár, en það sem hefur aftur á móti, ef maður svona miðað við allar tölur sem ég hef skoðað, sem segja svona sirka svipaða sögu, að þá var ástandið þegar að kemur að þessum málaflokki frekar slæmt síðustu aldamót og fyrir síðustu aldamót, sem stemmir reyndar við það sem var að gerast í Evrópu og meira í Bandaríkjunum. Þetta ástand fór að batna og var bara nokkuð að verða betra og betra í svolítið langa tíma, þangað til núna, þangað til eftir COVID. Svona að, þú veist, auðvitað eru þessar myndir að sýna ekki nákvæmlega sömu mynd og þetta er ekki alveg skýrt, en það erum við að skoða bara flókna hegðun. En ég held að þetta sé almenna munstrið. Við erum að sjá aukningu núna eftir svona tímabil þar sem það hafi verið að fara niður. En það sem mér finnst áhugavert er að þegar ég skoða aðrar mælingar sem eru mældar líka í íslensku æskulýðsrannsókninni, líka könnun sem er lögð fyrir alla nemendur sem mættu í skólan, bara einhverja allt aðra þætti sem þó rannsóknir í félagsfræði, í afbrotafræði hafa sýnt aftur og aftur að tengist mögulega ofbeldishegðun og annarri svona skaðlegri hegðun ungs fólks. Og ég skoða munstri í því að þá er það auðvitað áhugavert að það er svipað en í hina áttina, af því að þessir þættir eiga allir að draga úr ofbeldi. Eins og til dæmis bara, hvað er það við 2014? Ég veit það ekki, en árið 2014 þá sjáum við hér að þá til dæmis bara hlutfall ungmenna sem sagðist líka vel í skólanum, eiga góð samskipti við föður, eiga góð samskipti við móður. Þessi hlutfall voru í algjöru hámarki 2014.
Af hverju? Þetta eftir, stuttu eftir hrun, eða svona. Og ég veit það ekki, það þarf að skoða það betur. En svo það sem líka, auðvitað, smá áhyggjuefni, að þessir þættir, hlutfall barna sem segist til dæmis líka vel í skólanum, eiga góð samskipti móður og föður, að það hefur farið niður líka á síðustu árum. Og bara rannsóknir og greining hefur líka safnað í langa tíma gögnum ungt fólk og það voru ekki til aðgengileg gögn til 2014 og til 2022, þannig ég var ekki að skoða ofbeldi úr þeirri mælingu af því þetta ekki sama tímabil. En það sem ég finnst auðvitað áhugavert sem kemur fram á þessari mynd að svona eftirlit og reglur foreldra, að það hefur minnkað á síðustu árum. Á sama tíma við erum að sjá aukna ofbeldishegðun, að þá eru þessi þættir, það að draga úr þeim. Og þá ég búin að fara aðeins yfir þróuna sem við getum síðan aðeins talað betur eftir og þá langar mér aðeins að tala þessa helstu áhættu þætti varðandi ofbeldishegðun og vopnaburð ungmenna. Og til þess að skoða það, að þá ætla ég að sýna ykkur nokkra niðurstöður úr gögnum sem mitt rannsóknarteymi safnaði þarna. Þetta var í lok árs 22 og byrjun árs 23 og þessi könnun nákvæmlega hefur ekki verið lögð fyrir á Íslandi í langan tíma en kosturum við þessa könnun sem öryggi og líðan ungs fólks að hún hluti af alþjóðlegri rannsókn. Þetta samskonar könnun sem var lögð fyrir sama hópa krökkum í 35 löndum, Evrópu, Bandaríkjunum, Ástralíu, nokkrum Afríkulöndum, nokkrum löndum í Asíu, öllum Norðurlöndunum. Þannig að við erum afbrotafræðingar í 35 löndum sem við erum að safna gögnum á nákvæmlega samskonar hátt á sama tíma. Þannig að samanburður á milli landa mögulegur. Og það auðvitað kostur við þessa rannsókn og þetta nokkuð stórt úrtak. Tilviljunarúrtak en 84% svarhlutfall, þannig að þrátt fyrir að bæði nemendurnir sjálfir og foreldrar gætu auðvitað hafna þátttöku, að þá gerðu fáir það. Flestir svöruðu, flestir voru mættir í skólan, en ekki allir. Þannig að það kannski ekki tilviljun algjörlega hverjir þessir 16% eru sem svara ekki. En þetta allavega að því að markmiðið með þessari rannsókn að skoða tengsl á milli alls konar þátta. Hvaða þættir eru það sem að tengjast ofbeldishegðun ungs fólks? Og ég hef búin að gera alls konar analýsur og alls konar módel og greina ýmislegt og ég aðeins bara reyna að draga saman og byrjaði að sýna ykkur bara þolendareynslu, þar að segja hversu hátt hlutfall ungs fólks verður fyrir ofbeldi og við sjáum að til dæmis að algengast, þetta eru þau sem verða fyrir ofbeldi, algengast að þeim sé hótað á netinu en 3% ungmenna sögðust hafa orðið fyrir alvarlegri reynslu eins og að vera lamin með einhvers konar vopni, þannig að þau hafi hlotið meiðsl af á síðustu 12 mánuðum. Og 3%, þetta alvarlegt ofbeldi, að vera lamin með einhvers konar vopni. 3% ekki rosalega há tala, en ég tók það saman. Hagstofan segir mér að 15.436 ungmenni á aldrinu 13 til 17 ára sem hópurinn sem ég að skoða á höfuðborgarsvæðinu. 3% af þeim fjölda eru 463 börn og 463 börn segjast hafa reynslu af því á síðustu 12 mánuðum að hafa verið lamin með vopni. Mér finnst það alveg gríðarlegu fjöldi og á næstu glæru ég með gerenda reynslu, þar að segja við vitum að nokkuð stór fjöldi ungmenna
að verða fyrir ofbeldi, en hversu hátt hlutfall þeirra að beita ofbeldi. Hérna sjáum við til dæmis að 7,4% segjast hafa borið vopn einhvern tímann yfir ævina en tæplega 4% á síðustu 12 mánuðum, sem aftur af þessum 15.000 ungmennum á höfuðborgarsvæðinu, nokkuð hár fjöldi. Og nú íslenska æskulýðsrannsóknin farin líka að bætti inn spurningu vopnaburð og þegar þau eru að skoða allt landið, ég með höfuðborgarsvæðið, en tölurnar eru svona nokkuð svipaðar. Og ef við skoðum aðeins vopnaburðin sérstaklega, að þá að því við spurðum mjög ítarlega. Ef að nemandi sagðist hafa borið vopn einhvern tímann ævina, að þá var spurt hvenær gerðirðu það síðast og svo ítarlega spurt út í vopnaburðin. Og mér finnst þessi upplýsingarnar sem birtast á þessari glæru frekar áhugaverðar. Og bara í fyrsta lagi að þá voru þau spurð hvers konar vopn varstu með. Og mikill meiri hluti þeirra sem sagðist hafa borið vopn, sagðist hafa borið hníf. Þannig að það bara lang algengast. Og svo voru þau spurð hvers vegna þau hafa verið með vopn á sér. Og þá þetta auðvitað líka áhugaverð skipting, hérna 3/4 hluti af þessum ungmennum sem hafa borið vopn segjast hafa borið það til að verja sig, 6% til að ráðast á eitthvað, til þess að verja hverfi sitt, til þess að hefna mín, til þess að finnast ég tilheyra hópnum, 5% hérna. Og þau voru líka spurð hvort þau hafi komið til með að hafi notað vopnið. Og 15% segjast hafa notað til að hóta einhverjum og 9% til þess að meiða eitthvað. Og af því að ég var að tala þarna gögn lögreglunnar áðan, hvaða upplýsingar þau geta gefið okkur og hvaða upplýsingar skortir þar, að þá þetta áhugavert að þau voru spurð í kjölfarið. Spurningin orðaði svona: veistu til þess að lögreglan hafi komist að því að þú hafi verið með vopn að þér? Og aðeins 8% sögðu já við því. Þannig að lögreglan ekki að hafa afskipti af meiri hluta þeirra barna sem að bera vopn. Aftur þá greindi ég ýmsa þætti bara í samræmi við erlendar rannsóknir. Hvað það sem tengist helst þessum, hvað einkennandi hjá þessum krökkum sem að beita ofbeldi? Hverjir eru helstu áhættu þættirnir? Og það þannig í mínum gögnum sem að rímar við bara erlendar rannsóknir að það engin einn þáttur sem hefur jafn sterk tengsl við það að beita ofbeldi og hafa orðið fyrir ofbeldi. Og mig langar aðeins að sýna ykkur hér með hvað varðar vopnaburðinn. Þarna ég að skoða bara, hafa þau einhvern tímann borið vopn eftir ólíkum hópum. Og þarna sjáum við, við sáum áðan að það voru eitthvað 7,4% sem höfðu einhvern tímann borið vopn ævina. En á meðal þeirra sem hafa aldrei orðið fyrir ofbeldi, að þá þetta rétt rúm 3%. En á meðal þeirra sem hafa orðið fyrir ofbeldi eða hótun ofbeldi utan heimilisins, að þá þetta næstu því þriðjungur. Þau sem hafa orðið fyrir því sem skilgreint í þessari alþjóðlegu rannsókn sem hatursofbeldi, þar að segja ofbeldi vegna þess að þau tilheyra einhvers konar minnihlutahópi, að þar það rúmlega 25 eða 26% og svo framvegis. Og ef við skoðum hérna alvarlegasta hegðunin sem spurt gerendahegðunin sem spurt í þessum gögnum, hvort þau hafa einhvern tímann beitt vopni, ofbeldi eða hótun til að fá peninga eða hluta frá einhverjum, sem bara vopnarán.
Og hérna sjáum við að auðvitað eins og maður myndi búast við, þetta mjög alvarleg hegðun fyrir 13 til 17 ára krakka, en á meðal þeirra sem hafa ekki orðið fyrir ofbeldi sjálf, þá nánast enginn að gera þetta, eða 0,3%. En á meðal þeirra sem hafa orðið fyrir ofbeldi, að þá þetta næstu því 1 af hverju 10, eða tæplega 9%. Og aðrir þættir, þar sem ég sá líka að erfiða fjölskyldu aðstæður, sérstaklega ef það lítið eftirlit og tími með foreldrum, ágreiningur á milli foreldra, til dæmis þau börn sem segjast eiga foreldra sem eru stöðugt að rífast, verða oft vitnað í að foreldrarnir sé að rífast, að þau eru mun líklegri til að beita ofbeldi og bera vopn. Og viðhorf til hefnda skiptir líka máli, þar að segja það eru mælt hvernig alls konar viðhorf sem þau hafa, skoðanir á hinu og þessu, og meðal annars hvort að þau telji til dæmis mikilvægt að ef einhver gerir eitthvað á þeirra hlut, að þau svari tilbaka í sömu mynd eða verð, þau hefni sín. Og þeim krökkum sem finnst það mjög mikilvægt að hefna sín, þau eru skiljanlega miklu líklegri til þess að hafa sjálf beitt ofbeldi eða borið vopn. Og svo lítil sjálfstjórn og svo sá ég svona að upplifa mismunun, að vera hluti af vinahópi sem brýtur af sér saman, það skiptir máli. Og svo bara það sem aðrar íslenskar rannsóknir hafa þegar sýnt. Ókei. Hvaða leiðir eru líklegar til að draga úr áhættuhegðun ungs fólks? Og þarna ég með þessu punktu sem ég hef dregið saman, þá ég bæði að miða við bara mína niðurstöður hverjir helstu áhættuþættirnir eru, en ég líka fór yfir allt sviðið. Hvað það í raun og veru sem rannsóknir segja okkur að geti mögulega dregið úr áhættuhegðun? Og þegar við hugsum þetta, þá ættum við í raun og veru að hugsa kannski forvarnir á tvenns konar hátt. Að þetta séu forvarnir bara fyrir krakka almennt á þessum aldri, ekki endilega þau sem að beita ofbeldi, en svo sé það inngrip vegna þeirra sem eru þegar byrjað að beita ofbeldi. Því að þetta get ekki verið sömu leiðirnar. Og jákvæða fyrirmyndir, þetta það sem hefur verið lögð áherslu á og virðist skipta miklu máli. Gagnlegar leiðir til að takast á við erfiðleika, aukið vægi í þátttöku á íþróttum og öðrum tómstundum. Stundum nú talað að þau þurfa bara að hafa nóg að gera, að það sé verst af öllu fyrir unglinga að hafa dauðan tíma. Og en þetta svona bara líka að vera hluti af einhvers konar hópi í íþróttum eða tómstundum skiptir máli. Og aukin áhersla á foreldra með tímum og svo framvegis. Samstarf og tengsl á milli ólíkra aðila í nærumhverfi barna. Af því að það verður svo mikið talað samfélagslögreglu, að þá eru rannsóknir sem sýna að sýnileiki lögreglunar í hverfinu, bara hún sé á vappi hverfi til dæmis, það getur skipt máli. Og svo þetta eitthvað sem að rannsakendur eru svona að skoða betur, en það virðist vera þannig að bara minni tíma í snjalltækjunum. En forvarnir sem eiga að vekja ótta meðal ungmenna bera ekki árangur, og það kannski ennþá, var lengi þannig að það var svona, allavega hluti af forvörnum var að það kæmi aðili í skólan sem hefði snúið við blaðinu og hefði eitt sinn átt við mikinn fíkniefna eða einhvers konar vanda að stríða. Og sko þessar sögur voru sem sagt hafa oft verið sem einhvers konar forvörn í skólum, en það eru engar rannsóknir sem staðfesta það eða sýna það að þetta virki. Líka eitt sem ber að hafa í huga að svona sögur hafa oft tilhneigingu til að snúast yfir í einhvers konar hetjusögur. Og þetta ekki endilega það sem eða þetta allavega ekki stutt í rannsóknum. Og í þessu samhengi þá langar mig að því að þetta kom bara upp í fangið á mér í gær í fréttum að landlæknir varar við sýningu Adolescence og það væri gaman að taka smá umræður það. Og konan sem
ein af þeim sem ábyrg fyrir að vilja banna adolescence, þessa frábæri þætti, situr hér. Þið getið En þetta, ég var mjög ánægð að sjá þetta. Ég meina, okkur fullorðna fólkinu finnst þetta alveg prýðilegir þættir mörgum, en þetta auðvitað ekki, þetta skáldskapur og ekki búið til sem eitthvað forvarnaefni. Fyrir utan það, þá þeir bannaðir held ég inn á 17 ára. Þannig að það myndi ekki henta fyrir grunnskólanemendur. Þetta sýnir ákveðna mynd, en þetta ekki, það bara engar rannsóknir sem sýna að svona eða myndir eins og Lof mér að falla dragi úr einhvers konar skaðlegri hegðun, en það einhverjar rannsóknir sem sýna það að hún geti mögulega ýtt undir slíka hegðun hjá ákveðnum hópi. Þannig að ég var glöð að sjá að það væri vakið athygli á þessu og mér langaði nú bara svona benda ykkur á staðreyndablað landlæknis hvað virkar í forvörnum. Þetta dregið mjög vel saman. Og hvað með þessa krakka sem hafa verið að beita alvarlegu ofbeldi og þarna hef ég þessir punktar byggja á bara fjölda öllum af rannsóknum. Að það virðist vera mjög gagnlegt að hjá þessum krökkum að reyna að þjálfa leiðir til að takast á við erfiðleika og ágreiningi í samskiptu. Til dæmis þjálfa félagsfærni, hugræn atferlismeðferð var hluti af einu erindi í þessari erindaröð sem mér fannst mjög áhugavert, sem að rannsóknir sýna að geti virkað fyrir þennan aldurshóp og bjóð upp á uppbyggilega réttvísi þar sem að þolendur og gerendur koma saman í svona það náttúrulega í mjög ákveðnum aðstæðum og það þarf alltaf auðvitað að vera á forsendum þolanda, að þolenda að hann vilji þetta sé eitthvað sem hann óski eftir, en það getur virkað stuðningur við þátttöku í skipulögðu félagsstarfi. En það sem ég langar að segja að það sem hins vegar getur haft öfugu áhrif og það eru öll inngrip sem fela í sér stimplun. Það að segja að ungmenni, við erum að tala og munið, það sé ég að fókusera hér á börn og í samhengi við það að helsti áhættu þátturinn að verða fyrir ofbeldi og við ætlum einhvern veginn að leysa vandann með því að bara, því að það svo mikið komið í umræðinni í fjölmiðlum að það þurfi bara að auka refsingar, að það þurfi bara að vera einhverja afleiðingar og ég held að það sé alveg ægi og það séu afleiðingar að hegðuninni mjög mikilvægt fyrir foreldra að hafa þetta í huga, bara almennt í sínu uppeldi, að það skiptir máli, að það þurfi að vera ægi skiptir máli. En þegar við erum að tala inngrip í réttarkerfinu eða fyrir börn eða jafnvel í skólakerfinu, að þá þurfum við að hugsa framtíð þessara krakka að við séum ekki að auka vandann. Við séum ekki að auka vandann og með því að til dæmis að sum inngrip sem hafa þá tilhneigingu til þess að stimpla viðkomandi sem vandræðabarnið í bekknum meðal kennara, meðal annarra foreldra, að það muni auðvitað leiða til þess að það barn útskúfað og líklegra til þess að þá að halda áfram í þannig hegðun. Já, hér bara samantekt og ég held ég hafi hana bara uppi á meðan ég sé hvort það sé einhverjar spurningar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét. Mjög áhugaverð og mikilvægt innlegg í umræðuna, bara takk kærlega. Vel uppsett og vel flutt. Ég geri ráð fyrir að séu fullt af spurningum saman. Já, ég kann koma með athugasemd bara, að því að ég Jenny og starfa hjá embætti landlæknis og ein af höfundum þessa góða bréf sem við sendum á skólastjórnendur á þriðjudaginn til þess að ávarpa það að við séum að nota gagnlegar aðferðir í forvörnum og eins og þessi var nú slegið upp á Vísi að þá
og við erum ekkert á móti því að fólk horfa á þessa þætti hvort sem það eru fullorðnir eða börn. Það sem að við vorum að segja var að við teljum ekki æskilegt að skólar fari að sýna þetta yfir línuna í forvarnarskyni af því að rannsóknir sýna að það er ekki árangur og getur verið skaðlegt og kallar upp alls konar líka tilfinningaviðbrögð hjá börnum sem hafa kannski orðið fyrir ofbeldi og þá er erfitt fyrir kennara með kannski heilan bekk að tækla þau mál. Þannig að það sé bara svona, já. Já, frábært, mjög góða punktur. Já. Takk hérlega. Eitt svona nördakomment varðandi það að áætla umfangi út frá könnunum. Já. Að þegar maður gerir þessa könnun í skóla þá kemur í ljós að það er cirka 1% af krökkum sem að nota heróín daglega, kókaín daglega, alls konar með efni sem ekki til. Já. Og þannig að kannski ágætt að draga 1% frá þegar maður byrjar, því að það er svona sérstaklega strákar sem eru rosalega fyndnir þegar þeir fá kannanir og segir gera allt samkvæmt í skólann. Og er allir 22 og 170 kíló. Já, allt þetta. Já, algjörlega. Þessum könnunum er náttúrulega ekkert ætlað endilega að meta umfang á okkur, sérstaklega á svona hefðinu, eru miklu betri í að skoða tengsl á milli ólíkra þátta. Og trendana, já. Akkurat. Eitt annað varðandi gögnin varðandi hjá Íslenskri æskulýðsrannsókn það sem við spurtum að lent í slagsmálum. Já. En örugglega HBSC eða eitthvað. Já. Það er ekki svolítið erfitt að útlista ef þú svarar að hafa lent í slagsmálum. Varstu þá að ráðast á einhvern eða var ráðist á þig? Já, það er náttúrulega alveg rétt. Ég bara hef ekki hugmynd um það, sko. Það er bara, en þú veist, þetta er svona ein mæling á. Já, ég veit að þú getur ekki búið ábyrgð því. Bara svona, hvað finnst þér þessi svona spurning segja manni? Já, ef við erum bara að mæla svona einhvers konar vesen og skaðlega hegðun ungs fólks, þá má alveg, þú veist, sjá hvort að það sé eitthvað breyting af þessu og ég held hún sé kannski sérstaklega, hún er ágæt af því að hún hefur verið notuð svo lengi og það er hægt að nota samanburð, en hún segir einmitt eins og þú bendir á, hún segir okkur ekkert nákvæmlega neina mjög ítarlega sögu, sko, en mér finnst einmitt þessi sem ég byrjaði á, mér finnst hún ágætt og einmitt af hverju er þetta svona? Bara í samhengi við það sem að Magnús spurði áðan, sko. Hvað er það við þessi ár sérstaklega? Þú veist, að því að þetta virðist vera óvenju hátt, en þetta er ekki óvenju hátt að við færum lengra aftur. Þú veist, þetta er punktur sem er ekki eitthvað stendur upp úr. Þegar þú skoðar, ef þú færir til 1990 meira að segja, þá held ég að þetta væri ekkert, allavega ef ég er að miða við það sem kemur í ljós í fullorðnu, ég veit ekki hvort það séu til mikla mælingar á. Það voru eftir hrun, það voru svona rannsóknir sem voru að sýna þarna betri samskipti foreldra og barna, mörg börn sögðu að þau liði betur. Já, einmitt. Já, einmitt, það. Er möguleiki að þetta sé einhverju leyti öfugt, sko, að sé þannig að þessi aukna umræða og vitund ofbeldi ungs fólks verði til þess að lögreglan sé líklegri til þess að skrá? Það er alltaf það fyrsta sem mér dettur í hug. Og eins og með hnífana, sko, það er alltaf það fyrsta sem mér dettur í hug. Og þess vegna, en svo bara skoða maður einhvern veginn, ég sýndi ykkur ekki öll gögn, en svo skoða maður öll gögn og þegar þau fara svona að segja mjög svipaða sögu, þá held ég að, sko, eins og bara tilkynningar, eins og útköll sérsveitarinnar. Það er nákvæmlega sama þróun þar. Af hverju af hverju sérsveitin kölluð út bara oftar og oftar og oftar á þessum árum. Og hún kölluð út ef að það er einhver með vopn og Og það er með að við fjölda íbúa?
Já, ég hef séð tölur þar sem er tekið tillit til fjölgunar íbúa og það er ennþá líka. En það er náttúrulega eins og þessar mánaðarskýrslur sem koma og eru birtar á vef lögreglunnar, þær eru yfirleitt bara fjöldi. Ekki per íbúa heldur fjöldi. En ég hef reyndar séð glæru með per íbúa og það er fjölgun. En þú veist, auðvitað vill maður, ég meina, þetta er bara, þetta er auðvitað, já. Ég horfa á þetta og ég horfa bara í samhengið bara allan þennan óróa sem hefur verið frá 2016. Þetta er ekki, eins og þú segir, þetta virðist ekki vera séríslenskt. Þetta er jú áberandi fyrir ungmenni en almennt sé bara fyrir ofbeldisbrot almennt. Lýðræðisþróun var í hámarki þarna í kringum 2010. Síðan er bara búið að vera backsliding í lýðræði eftir það. Þetta er einhvern veginn, það virðist svolítið bara fyrir steik. Þetta er rétti andinn. Nei. Þú veist, auðvitað breyting aðgerðirnar og það. Já, algjörlega. Mér finnst þetta bara vera áhugavert hvað allir þessir hlutir virðast fylgjast að. Já. Samfélagið Svo kemur upplausn. COVID þarna inn, Sé bara samfélagið upplausn. samfélög út allan heim. Já, svo- Eða á Vesturlandi virðast bara verið mikið upplausn. En svo líka einmitt COVID, eftir COVID, ég meina það virðist vera, þú veist, eitthvað. En þetta byrjar samt fyrir COVID. Já, þetta byrjaði, það er alveg rétt. Og þú, Það er mjög áhugavert, kannski ef við myndum beina sjónum okkur oftar að jákvæðri þróun. Hvað er það þegar við erum að gera rétt? Hvað erum við þá að gera? Hvað vorum við að gera þarna 2010 og 16-17? Hvað breyttist í samfélaginu sem var það jákvæð? Okkur hneigist alltaf til að skoða neikvæðu þættina, já. skiljanlega, en skoða kannski líka þegar við náum árangri, hvernig náum við árangri? Já. Það er, Gögnin sýndu að einhver leyti að krakkarnir voru meiri tengsl í fjölskylduna. Það var meira Akkúrat. Er það fleira? Er það verðbólgan? Er það líðræðis eitthvað? sko, já, ég meina þetta eru allt bara ágætis pælingar. En það hefur náttúrulega líka stundu verið nefnt í samhengi við, þú veist, eins og fíkniefnaneysla ungs fólks á Íslandi var með mikil síðustu aldamót og það fór að draga úr henni og þá er nú stundu vitnað í íslenska módelið sem allavega kallað það stundum, ég veit ekki, það er allavega var bara farið í átak sem var, þið þekkið þetta, þar sem var lögð mikil áhersla á til dæmis eins og bara samveru foreldra og já, útivistartímann, eftirlitið og ýmsa þætti sem höfðu aukin þáttaka til dæmis foreldra í skólunum, samskipti kennara og foreldra, það var bara, þetta var rosa stórt átak sem það hefur allavega verið talið að það hafi skilað bara miklum árangri. Ég meina, ég veit það ekki, einhverjar aðrar hugmyndir, ég veit ekki hvað er að gerast núna á síðustu árum eða af hverju. Já. Það væri minnkandi, þetta er svona þáttur sem ég held að væri mjög, foreldrana, mikið áhyggjefni, bara í ljósi þess að við vitum að hitt hefur stigið. Þá spyr maður líka af hverju eru samskiptin við foreldra erfiðari? Er það því að foreldrar nenni sig ekki lengur eða er einhver aðra áhrifabreytur sem eru komið? Ég ætla að vera alveg á móti þar og ég hef skoðað svona líka bara gögn erlendis frá og staðreyndin er svo að aldrei, nokkuð tímann hafa foreldrar eytt jafn miklu tíma með börnunum sínum og spáð jafn mikið í börnunum sínum og hugsað jafn mikið og intensíft börnin sín eins og í nútímanum og gefa jafn mikið af tíma sínum og bara hjarta, sál og peningum en ég ætla að segja að það er samt jákvætt teikn að ég hef heyrt frá þeim hjá heimili og skóla að það sé mikil aukning í þátttöku í foreldrastarfi, þannig eru góðir þættir að gerast þar og við erum náttúrulega að vera meðvitaðri líka svona áfallamiða nálgun og ég held að það væri mjög gott einmitt þegar við erum að hugsa börn sem beita ofbeldi að mæta ekki þeirra hörku barns með hörku á móti heldur, og það þurfum bara meira háttar þjálfun þar inn líka bara bæði fyrir foreldra og aðra sem starfa með börnum. Bryndís. Já, ég var einmitt að tala við ungmenni í gær á 19. ári
foreldrar vilja vera vinir barnanna sína og það og ekki að missa tengslin og sambandið og fórna þar með aga og bara reglum og það var bara svo merkilegt hvað þau voru yfir sig hneyksluð á foreldrum. Já, þú veist, það einn punktur. Þú getur ekki bara að vera vinur. Nei, foreldrar eru ekki fyrst og fremst vinir barnanna sinna. Nei. Einmitt. Smá nörda gagnapæling hérna, þú ert með 85% þátttöku sem er bara frábær sko, en í öðrum könnunum sem eru með álíka hlutfall þá stundu fullir þetta eru þýðisgögn og þá sé eitthvað svona gæðastimpil, en eins og bent á að þeir sem eru krakkar sem eru mestum vandræðum eru kannski ólíklegust til að svara. Er ekki svolítið hættulegt að vera að nota þýðisgögn þegar við erum með hluta sem svara ekki? Þetta hugtak er svo merkilega mikið misnotað. Já, einmitt. Já, ég er sammála, sko. Til þýðisgögn. Þetta er ekki. Þjóðskráði þýðisgögn. Já, það var nú einhverjir afskráðið þar. Jú, já, takk. Það er alltaf einhver út fyrir utan sem teljum ekki, sko. Eða oft er Nei, ég held að hérna, þú veist að því að skekkjan er náttúrulega, við vitum að hún er til staðar. Það er ekki allir hópar jafn líklegir til þess að vera í þessu 15% sem svara ekki. Og hérna, einmitt það eru sko upplýsingar sem við erum einhvern veginn að skoða eru bara að hafa allar takmarkanir og eins svona stór gögn þau gefa ákveðin, þú veist, sína einhverja þróun en hérna skortur okkur algjörlega innsýn, einmitt hvað er að gera, af hverju eru krakkarnir eins og þeir spyrjið, þú veist, bara þau gefa ekkert slíka innsýn og með svona umræðu fjölmiðla og þessa spurningu þína er fókusinn bara að færast þangað, alltaf eitthvað sem ég byrja að hugsa er að sko já, ég meina bara síðan ég byrjaði að spá í þessu, ég var í grunnnámi að þá hefur sko, við ræddum þetta nú einhvern tímann fyrir 20 árum síðan, að bara hérna það skiptir ekki máli á hvaða tímabili það er, að það er alltaf umræðan í fjölmiðlum að það sé aukning á því sem við höfum áhyggjur af, það er alltaf og þess vegna verður maður alltaf svona, já en er það samt þegar það kemur upp, en svo bara hérna skoða maður þetta og sko mitt mat er að það sé raunverulega bara eitthvað, það er aukning núna, ég held það, ég meina það er bara, mér finnst þegar við tökum saman svona ólíkar tegundir gagna og þær segja saman söguna, þá svona Þegar þú horfir hérna, það eru smá nervus sem maður horfir á þessi gögn sko, það verður svona rosaleg breyting á samskiptum við foreldra milli ára sko, milli 22 og 23. Man halda sko samskipti við foreldra verður eitthvað sem þróast yfir tíma sko og þá hugsa maður oft sko ef maður sér eitthvað svona rosalega merkilegt og þá byrjar maður að skoða hvort maður hefur fóð gögnin rétt sko. Já, einmitt. Getur verið að sé eitthvað skrítið þessa mælingu 23, þetta er svo mikil breyting. Ég hugsaði sko eitthvað hérna, þetta væri óvenju hátt eitthvað COVID, var það ekki ennþá eitthvað hér eða kannski ekki, ég veit það ekki. En ég er alveg sammála, frá 61% niður í, hérna, hvað er þetta, 37, það er ansi, þetta er náttúrulega ekki sömu krakkarnir, sko, en það er ansi mikið og svona eitthvað sem maður ætti. Kannski systkinin, ég tek alveg undir, þetta er svaka breyting og maður þetta minnir okkur á hvað er mikilvægt að dokumentera hvernig við göngum gögnin, sko. Og það kannski er eitthvað sem maður var hægt að gera betur í íslenska æskulýðsrannsóknum. Já, þetta er náttúrulega bara hérna, hvað heitir þetta? Já, vaktin. Vakt, já. Þegar við þurfum að nördast og Já. vita hvað þetta er og þá vaktar svona spurningar kóðun og svona. Já, já. Ef við segja þetta fínt. Já, það ekki bara. Kæra þakkir Takk fyrir komuna. komuna.